Já, gott kvöld og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Ívar hér. Í kvöld ætla ég að hnýta flugu sem ég man nú ekki alveg hver bað hana í kommenti fyrir ekki svo löngu síðan. En bónin snýrist það að hnýta Black Ghost. Og ég segi bara halleluja, að sjálfsögðu hnýti ég Black Ghost þegar fólk biður það eins margar og það vill vegna þess að þetta eina af mínum uppáhalds straumflugum fyrr og síðar. Búin að veiða mikið á Ghostinn í alls konar stærðum af henni og við ætlum að hnýta hana núna bara í hefðbundinni útgáfu eins og hún upphaflega hnýtt með fjaðurvæng og með flötu silfur tinseli í búkinn. Þessi fluga eftir Herbert L. Wells. Heldur þetta sé amerískt frekar en bresk. Þetta önd sem að henda niður á legginn andafjöður, lituð gul, ég veit ekki hvaðan á öndin þetta er eitthvað flankfjöður eða eitthvað. En skottið eða stélið á Ghostinum á að vera guld. Því næst þurfum við að huga að silfurvírflötum. Búkurinn á þessa flugu samkvæmt uppskrift svart flós og að því svart flós og búin að ná í það niður, þá notum við það. Þetta leiðilegt flós af því þetta í mörgum þáttum en svona, kemur þetta draugur þetta tilbaka svona. Og það þetta svarta flós sem við byggjum búkinn upp með. Og að því þetta dálítið langur bita af flósi þá getur þetta orðið dálítið smá tími sem fer í að vefja þetta og það þarf að vefja þetta varlega. Klippu þetta í burtu og vefjum þetta fram hingað. Ekki lengra fram með þetta því að við þurfum að hafa pláss fyrir hausinn og við þurfum að hafa pláss fyrir ýmislegt annað. Þannig gildna eins aftan og svo vefjum þessu áfram alveg á fullu. Svona, þá erum við búin að henda flósinu niður og þið sjáu hvað ég stoppa með þetta. Slatti eftir sem á kannski noti eitthvað annað, en ég get alveg sagt eitthvað það, við erum án gríns búin að klippa örugglega mínútu innan úr vídeóinu af því að það hundleiðilegt að vinna með þetta svona. Ég bara hreinlega að segja við ykkur svart áruruggarn, það að fara að spara ykkur verða pirruð. Svo svo sem allt í lagi, að fara með tvinnan yfir þetta, hún verður bara sterkari og þetta fer þá ekkert af stað. Svona. Þá kemur flata silfrið, silfur Egils, það kemur og því vafið svona nokkuð gleitt á fluguna, þannig að það má ekki vera of sem sé mjóar rákir á milli. Og þá þetta bara svona og svona festum við þetta niður, svona þá þetta fast við hausinn. 2-3 þéttingsfasta opninga til þess að ná sér og svo trimmum við þetta í burtu. Þá næsta mál á dagskrá með þessa flugu, það skegg. Og skeggið við með úr gulri fjöður sem ég ætla að taka Þetta ágætis regla þegar við gerum þetta að það að mæla svona áður en við festum þetta alveg niður. Það að mæla þetta í puttunum. Það að þegar með puttunum svona. Ef við festum þetta niður, akkurat þá getum við klippt þetta og þá skiptum við putta klipp þetta akkurat á þeim skilum og þá kemur þetta til með að fara nokkurn veginn rétt niður og þá hlutföllin svona eiginlega eins og við viljum hafa þau eins og okkur dreymdum að hafa þau svona eitthvað af þessum fjöðrum eins og stutt svona þar maður bara í burtu ekkert af þessu og þá höldum við bara áfram að hnýta og þá vængurinn á þessa flugu næst og í vænginn ætla ég að nota 4 fjaðrir. Það eru 4 sem sé hanafjaðrir hvítar, söðulfjaðrir, mjög fallegar og
þá myndi ég leggja til að við hefðum sko, það er að segja 2 og 2 svona fjaðrir saman, cirka svipa langar. Við klippum hérna, sjáu þið, framan að þeim svona. Svo ef þær eru leiðilegar og vil ekki hlýða, að því að þetta hérna er stíft, þá er hægt að taka þetta með einhverju töngu eða einhverju mjög létt og hérna gera svona. Þá réttir þetta af. En þetta verður að passa að gera ekki svo fast að þú hérna slítir þetta ekki fjöruna svona. Hinar fjaðrirnar, þær koma hinum megin og þær koma alveg eins. Þá koma hinar fjaðrirnar, þær eru hér. Það leggst svona yfir þetta. Það klippa þennan hérna enda á fjörunum hérna, svona. Vængurinn, það er erfitt að ná þessu væng alltaf þannig að sé alveg fullkomin eins og í bókunum. Þá er flugan eiginlega tilbúin. Eina sem ég áttur að gera er að henda á hana kinnum og við ætlum að gera þær í dýrara kantinum. Við erum með jungle cock fjaðrir hérna til þess að hendi kinnarnar á henni. Gjörðu svo. Ég ætla að setja þær svona þá við sjáu cirka bát hvað ég er að gera hérna. Það er að festa að setja hana niður svona. Þá sjáu við fjöruna hvernig hún kemur hérna. Svona. Stíf frá sér hérna. Það er að skoða þetta hérna frá og kippa aðeins í fjöruna hérna þannig að verði á sínum stað. Svona. Þá er ekkert annað að gera en að hnýta þetta hérna fram, svona. Klippi burtu endana. Jæja, þá er þetta klárt og hnúturinn kemur hérna, við höfum að tvöfaldan. Og það er hægt með þessar stærri flugur, þetta er ekki alveg hægt að spila inn þetta á svona minni flugum, en þannig stærri flugum þá kemur kantur hérna undir og það er alltaf að láta hnútinn bara sitja í kantinum, þá ber minna á honum og flugan verður fallegri og lakkið mun hylja hann alltaf betur og svona, þannig að það er ýmislegt sem að það hefur í för með sér. Eina sem við mættum að gera það er að skella smá lakki á hausinn á flugunni, hérna lökkum alla leið, allan hringinn, Black Ghost algjöru uppáhaldi hjá mér, hvort sem hún er svona klassík eða hvort hún er hérna nýtt sem songar eða í hvaða útgáfu sem er. Það er bara eitthvað við þetta pattern, eitthvað við þessa flugu sem virkar og þessari flugu er ætlað að líkjætti sandsíli, Sand Eel, það er sem ég lesa þessa flugu. En þá er Black Ghost tilbúinn, Ghostinn hans Herberts Wells. Ég þakka kærlega fyrir áhorfið og bið ykkur að gerast áskrifundur á rásinni, setja like við vídeóið og deila því eins og vindurinn internetið. Takk kærlega fyrir mig og við sjáumst hress og kátt í næsta vídeói.